En hefur lent ykkur svona bara mjög dónalegu manneskjum með það? Eða allir frekar líklega? Já, það 2 sinnum sem að það var út á landi þar sem að einhver sagði að maður ætti bara að henda þessum pappir í sjóinn og svo var annar sem einmitt efaðist að maður væri að nota hausinn og gaf í skyn að maður væri ruglaður. Já. Svo held ég að aðlega í Reykjavík þá hefur maður 2 sinnum verið hótað barsmíðum. Já, þú veist, segjum maður bara afsakja ónæðið. Takk fyrir áhernina. Var það út af einhverju sérstöku? Bara... Já, einir aðeim voru einn allavega örugglega komin vel í glas og sagði hvaða skoðun hefur á og nefndi svo ákveðna stétta fólki og ég með mína hlutlýsistefnu hvað varðar allt nema valdsvið forsetans og mér finnst ekki að hann eigi að vera að tala fyrir ákveðnum hópum út af því að þá hugsa ég ef hann getur talað fyrir hönd einhvers þá getur hann alltaf talað gegn þeim og mér finnst það mun hættulegri vinkill að þessi mögulega því að forsetin sé gegn ákveðnum hóp. Þannig ef hann, mér finnst mikilvægur að hann sé ekki með á mótin einum, þannig ég sagði, ég hef ekkert sérstaka skoðun á X hóp sem ég meina, það hægt að skilja ákveðin hátt að maður sé að tala niður til einhvers, að það sé svo ómerkilegt að ég hafi ekki einu svona skoðun á því. En það sem ég meinti var að maður hafi ekki neina formulega afstöðu, sérst hlutlýsistefnu. Ég held þetta hafa bara verið miskilningur og einhver sem að örugglega fannst gaman að vera dálítið ógnandi og allir félagarnir svona, nei, skilur ekki nú bara erfitt og eitthvað og ég bara, allt í góðu, ég bara held áfram bara takk fyrir áhörnina og bara afsakja mig aftur, og svo bara reynum að koma sér út í því og finna einhverja sem eru hafa meiri áhuga. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það er áskrift.